Gleðilega hátíð, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin hingað í Auðkúlukirkju. Auðkúlukirkja, sú nú stendur, var vígð 16. sunnudag eftir Trinitatis, eða þrenningarhátíð sem bar upp á 9. september árið 1894. En á Auðkúlu talið að hafi staðið kirkja frá fyrstu tíð kristni á Íslandi og var hún helguð Jóhannesi skírara í kaþólskum sið. Séra Stefán M. Jónsson var prestur hér og sá sem stóð fyrir byggingu nýrrar kirkju á Auðkúlu. Hann réði Þorsteinn Sigurðsson kirkjusmið til verksins, en það sá sami og byggði Sauðárkrókskirkju, Bergstaðakirkju, Undirfellskirkju, þá sem brann, og gömlu Blönduóskirkju og margar fleiri kirkjur hér í Húnaþingi. Og jafnvel talið að séra Stefán hafi sjálfur teiknað kirkjuna eftir mynd eða lýsingu á kirkju í Danmörku. Upp úr árið 1970 var kirkjan orðin mjög illa farin og lá eiginlega beinast við að hún yrði aðhelguð og rifin og nýbyggð, en fyrir hvatningu Þórs Magnússonar þjóðminjavarðar var svo ákvörðun tekin að gera kirkjuna upp. Hún var þá líka flutt á betra stæði, 25 metrum norðar en hún áður stóð. Steyptur var nýr grunnur og hún endurbætt að utan og að innan. Yfirsmiður við endurbætuna var Guðmundur Tryggvason í Finnstungu. Endurbótunum lauk í september 1973, en nokkrar endurbætur hafa síðan verið gerðar. Eins og gengur og gerist svona gömul hús, þá þurfa stöðugar endurbætur. Þessi kirkja, Auðkúlukirkja, mjög sérstætt og fallegt guðshús. Hún 8-strend og upp á þakinu ferhyrndur turn eða svona pallur undir turn, og þar ofan á kemur 8-strendur turn. Og upp á hverju horni kirkjunar þá ganga svona nálalaga stangir með krossi á. Já, þessi kirkja einstakt verk í íslenskri byggingarsögu, einstaklega formfögur og fagurlega skreytt. Altaristaflan hér fyrir aftan mig eftir Andreas Tastrup og frá 1875, og myndin sýnir Krist upprisinn, birtast Maríu Magdalenu, og myndin sýnir innan úr gröfinni. Og skjöldur og spjót liggja á jörðinni á myndinni, en í fjarska sést krossinn á Golgata. Einnig á kirkjan aðra altaristöflu sem ekki síður merkileg og frá 18. öld og talin vera úrskurður og listaverk prestsins séra Jóns Björnssonar, en hann var fæddur 1718 og dáinn 1767. Margar aðra merka gripi á Auðkúlukirkja og margir þeirra eru á Þjóðminjasafninu. Já, Auðkúlukirkja einstakt guðshús, einstakt í formi og byggingalist og einstaklega fallegt að utan sem að innan. En nú skulum við hefja stutta helgistund, stutta jólastund héðan úr Auðkúlukirkju, og við hefjum stundina með því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda og byggjum með orðum Valdimars Snævar. Kom blíða tíð með barnsins frið, kom blessuð stund með líkn og grið, kom hátíð hæðst og heiminn gist, kom helgus nótt með drottni Krist. Kom heilug birta himni frá, kom hersveit engla jörðu á, já kom og flytt þá fregn á ný, að fætt oss barn sé jötu í. Kom lífsins sól í lágan dal, kom ljómi Guðs úr himnasal,
og máttar hönd svo mjúk og sterk og meðal vor gjör kraftaverk. Við fögnum þér, ó blessað barn, og bjarmast lær á lífsins hjarn, sjá heilug von í hjörtum skín og hana vekur fæðing þín. Þótt hér sé dimmt, þótt hér sé kalt, þín heilug elska bætir allt. Þó skorti frið, þótt falli tár, hún friðar, líknar, græðir sár. Og þegar sérhvert hjarta hreint og hefir Drottinn mátt þinn reynt, þá ljómar heimi lífsins sól, við lifum eilífð dýrðar jól. Amen. Og nú ætla ég að lesa jólaguðspjallið sem stendur skrifað í Lúkasarguðspjalli og hljóðar þannig í Drottins nafni. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin sem var gerð þá Kýrenius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs, sem heiti Betlehem, en hann var að ætt og kyni Davíðs. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni, sem þá var þunguð. En meðan þau voru þar, þá komst á tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði í jötu, að því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boði yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur Drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér muni finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofaði Guð og sögðu, dýrð sé Guð í upphæðum og friður og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Amen. Og við skulum biðja saman. Eilífi Guð, þú sem fæðingu Jesú Krist, gafst heiminu lífið sem ljós mannanna. Veit okkur ná til að taka við honum í hjörtum okkar og verða þín börn í honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Biðjum bæn Drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, meðtækið drottinlega blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.
Já, kæru vinir, það komið að lokum þessarar jólakveðju héðan frá Auðkúlukirkju. Ég bið Guð að blessa þessa kirkju og öll sóknarbörnin hér í Auðkúlusókn. Já, Drottinn minn, haltu þinni verndarhendi yfir þeim öllum. Og Guð blessi þig, kæri áhorfandi minn, og gefi þér og þínum gleðilega jólahátíð.